Birgitta ætlar að manda Við erum fyrir utan World Class í Laugum, það er komið nýr seðill og við þurfum að tjekka á hann. Markmiðið með þessum seðli var mér sagt að þetta var að hjálpa þér að ná þínum markmiðum. Birgitta lífur inni, við ætlum að fara í Pilates. Við langar að láta reyna á mína innri lærisvöðva í dag. Birgitta ætlar að mata Adam. Ég veit að Birgitta er að bíða, hún er með eitthvað að drekka. Við ætlum að fá okkur eitthvað að drekka, síðan ætlum við að æfa, við ætlum að velja okkur fyrir góða æfingu. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Kíkjum inn. Markaðsfræðingur, lögfræðingur, snyrtifræðingur. Það eru förðunarfræðingur, ekki snyrtifræðingur. Og ég er með BA í lögfræði, en þá má ég ekki segja að ég sé lögfræðingur. En ég er einkaþjóðaréttindi, ég er skipstjóri. Nei. Jú. Hvert langaði að fara? Svo fór ég í master í alþjóðaviðskiptum. Lærið 5 eða? Svona næstum því kannski. 4. Eitthvað þannig. Áhugavert. Já. En samt báta, það er bara svo getur verið bara á Þingvöllum bara. Skemmtibátapróf. Skemmtibátapróf? Já. Ok, ég myndi að þá að geta farið. Og köfunarréttindi. Ertu með köfunarréttindi? Já, ég tók það á Þingvallavatni bæði vegi, það var ekkert eðlilega kalt í desember. Ég var svona 17 ára og gallinn var svo kalt að hann fraus á mér. Ég þurfti að fara í honum í bæinn. Oj, hvað það skeri samt. Já, það var alveg Líka bara bátur á Þingvallavatn, botninum, sko. Já. Já. Og þú heyra bara sko svo mikið á horrorsögum um Þingvallavatn, sko. Takk fyrir. Viltu smaka? Já. Ég er náttúrulega búin að kvefið, viltu deila með mér? Má ég vera fyrst? Jú. Hvað erum við með? Það eru Amino Energy, Rainbow Sorbet. Rainbow Sorbet. Ég myndi ekki svona hlust með ís á ströndinni, svona. Sko ég vil fá meira kick, sko. Ég vil það bara minna á allt hjá mér og taka þetta í bara svona skjóta sig, sko. Ég elskar svona meira klaka og svona. Já, þetta er svona væp. Ég þekki þetta vel. Við ætlum að skála Radiant og Amino Energy og ætlum að fara á píltesæfingu. Þú getur ekki verið í þessum buxum Pilates. Ég er ekki með hennar stuðbuxur. Já, það eru örugglega einhverja hér, eða hvað? Við erum sem sagt að skipta föt núna, hún ætlar að dressa mig upp. Þetta er fyrsta outfitið, by the way. Og ég er svo ánægður að buxuna ná niður. Þetta er ekki algengt. Þú veist, vanalega er ég buxur sem er svona upp á hæla. Þannig ég er mjög ánægður með þetta. En við ætlum að dressa okkur upp af því við erum að fara í Pilates og ég fæ stuðbuxur hjá okkur. Þannig við erum að reyna að finna þær. Má ég láta þig hafa bara pappa? Já. Það er lagi. Það er lagi mjög vel. Stuðbuxur að Bjössa í World Class, það er bara enda betra, ef eitthvað spyr. Ok, við ætlum að fara að byrja þetta. Bróksla til í að koma mér í gírinn. Sko, ég er í markmið bara Bigger Glutes 26, sko. Ég vil að þetta sumar verði bara, þú veist, þegar ég er að labba á ströndinni eða eitthvað, að það, þú veist, fólk er svona damn. Ok, let's do it. Já. Þú hefur aldrei farið á svona reformer back? Nei, mér finnst það pínu ógnandi. Ég veit ekki hvernig ég að snúa mér með líður eins og ég sé rétt svona samt. Í rauninni þá snúum við allar áttir, en það er vissulega grunnurinn að snúa hérna fram, það er rétt hjá þér. Ertu ekki búin að vera að æfa, drengur? Ekki þetta rétt. Þetta er rétt. Ok, sko, en þetta One way to do it. Þetta er one way. Síðan held ég að þú getur setið hausinn hérna. Og þá getur þú gert svona. Er þetta ekki eitthvað? Já, þú veist það er ekkert vitlaust. Það er Jú, það er fullt vitlaust. Það er ekki læsandi annum kannski endan. Nei. Svo ertu náttúrulega í svona gripsokkum til að það rennir ekki, skilju. Hérna erum við með strappa, höfuðpúði, fótastrappi, handastrappi. Passa að geyma alltaf á pinnanum. Box, getum bæði haft á ofan á bekknum og til hliðar. Þetta er svona sem maður stingur hérna og þá er hægt að spilla sér og hoppa á þessu. Svo erum við hérna undir með körfu, svona jókabolta, 2 þyngri og 2 léttari. Alright. Let's do this. Hver finnur upp á svona? Þetta er Joseph Pilates. Heitir ykkur Joseph Pilates? Já. Hann skýrist það bara Pilates, þannig að þú veist þetta gæti heitt bara eitthvað líf ef þú hefði fundið upp á þessu. Eða Björnsdóttir. Já, ég er að vinna í því. Ég er að vinna í minn eigin bekk. Já. Og ég ætla að fá að vera í stíl. Já, bara endur þannig að hlífarnar eru komnar á. Ok, þú ert að setja þetta eins og einhver fótboltaregla. Það er svona krumpið aðeins og gerir þetta smá cute. Smá cute. Svona. Já, það var bara eins og væri bara að fara, þú veist, í takkaskona næst. Ég er bara komið sokkar, skil, þetta er bara át og bara, alright. Hvað er það að strósa yfir þessu? Hún er ekki hérna. Nei, hún er ekki hérna. Það er ekkert sem hún getur sagt að Nú stjórna ég þér. Já. Hún sagði að ég ætti ekki að hlífa þér, þannig að ég býst ekki við neinu frá þér. Neinu öðru, þarf að segja. Já, ég býst ekki við neinu öðru frá þér. Býst ekki við neinu frá þér. Við erum bara að setja beinn í baki, rúlla öxlum aftur og setja tær upp og niður, hælar upp og niður. Nær að gera í takt við mig. Og alltaf þú veist, hugsa grindabotnin. Karlmenn eru líka með grindabotn, já. Nei. Víst. Karlmenn eru ekki með grindabotn. Víst.
Þetta með breiðar axlir, sko. Nei, breitt bak, segi ég. Ég er með breitt bak. Já. Right. Og síðasti. Þetta er svona butterflies nema sko 6.0 eða eitthvað. Þú bara segir til, ég get alveg verið hér í allan dag. Já, ég líka. Þetta er bara... Þetta var rosalegt. Það er geggjað. Það er ekki gaman. Þetta var ógeðslega gaman. Vel gert. Ég get alveg... Þú getur bara farið að mæta. Einu sinni í viku, sko. Já, love it. Já, ég verði bara lengsta manneskjan enninni. En ég er orðinn ógeðslega svangur. Já, ekki fara okkur eitthvað gott að borða. Let's do it. Takk fyrir þetta. Big a bicep. A big a back. Uppáhald mitt, bara sem ég gæti lifað á, það eru crispin og ég fæ mér light eða balance. Þetta er sem sagt kjúklinga avokado crisp og þetta kjúklingasalat er bara það besta sem ég veit. Og þetta er bara hrökkbrauð, avokado og kjúklingasalat. Svo er í light eiginlega alveg einu sinni með staðinn fyrir avokado að vera tómatar. Og þetta er meira svona bara langar mig avokado eða tómatar, þú veist, þann daginn. En síðan eru uppáhald salati mín Energy og Strength. Energy og Strength salatinn. Já, í Strength er þú veist kjúklingur, parmesanostur, pasta, alls konar mjög gott. Energy, þetta var svona uppskrift sem ég kom með sem er inspired by Ástrós. Hún eldar nú ekki mikið, en þetta er svona inspired af pesto-pastan hennar. Í alvörunni? Þetta er spínat, döðlur, tómatar, pesto og pasta. Ok, ég veit ekki hvort ég er að segja þetta eins og sko, hún ætti að vera bara, ef ég seti þetta að segja, hvað ef þú seti að segja? Ég er svo svangur, ég er svo til í að byrja. Þetta er allt svo gott, en þetta er svona mitt uppáhalds. Má ég velja hvað við byrjum á? Já. Ef ekki taka þínu uppáhalds, og þetta kallast aftur? Crispið. Ok, og hvernig gerum við þetta? Tek eitt svona hrökkbrauð, svo er ég bara eitthvað að skopla kjúklingasalatin á og Hvernig er að vera eftirsóttasta piparsveika á landinu? Það er alveg erfitt sko. Á hverju? Tjók. Þetta var góðar spurningar sem þú skrænilega búin að undirbúa. Já, ég var með þess alveg sko. Af því að, hvernig lítur DMs út hér? Það er ekki að sýna mér það, en svona, þú veist, ef ég myndi renna yfir þetta, væri maður bara... Nei, ég myndi ekki segja það sko. Eða þú veist, það sem er bara skrítið sko. Já. Fyrir strákana sem vilja shoot their shot, hver er típa þinn? Hver er típa mín? Hvað er í gangi hérna? Góður og metnaðarfullur og skemmtilegur náungi. Við erum með eitthvað markmið að elta En við erum að hafa ambition sko. Já. Ding! Þetta er góður sko. I love it. Þú ætla bara að gera svona, svo pínu svona. Ok, vil það fá mig bara? Já, það er. Ég geti fengið mér svona reglulega. Oh my god. Þessi geði ykkur. Ég hefði gett smakað það. Okkur. Því núna minnum alltaf margir þennan og hann er alveg heavy, skilur. Já. Kannski ekki, eða jú, eftir góða æfingu, sko. Síðan er þetta náttúrulega sko, þú veist hvernig típa þú ert, skilur, hvort þú ert grautartípan eða salatið. Mér finnst crispy geggjað því að þú veist þetta fá þetta, skilur, þetta er svona geggjað millimáltíð. Að meðan þú veist mér finnst þetta vera alveg heilmáltíð og þetta. Já, ég borða alltaf crispy alveg bara eins og miðl. Já, kíkjum í balance, hvernig prótein allir sé þessum. Ég held sé ekki prótein, hvort sé kollagenduft. Maður spyrja öðru. Skjóti. Tengist ekki. Ég er það fyrir betur spurning. Ég er fyrsta LXS-stelpan til að koma til þér, eða ekki? Jú, þú ert fyrsta LXS-stelpan til að koma til mín. Ok, og en ég er líka uppáhalds LXS-stelpan þín. Já, fyrir utan eina. Já, obviously. Já, einu, obviously. Já, obviously. Hver er leiðilegust? Það mátt segja Ástrós. Já, easy. En og síðan var hins spurningin sko, talað var það að það væri mögulega að koma til jólalag næstu jól. LXS jólalag. Og hver ætti það hugmynd? Hver ætti að hafa átt hana? Veistu það ekki? Jú, Já. þú, eða ekki? Nei, þetta er draumurinn Ástrósar. Þetta er draumurinn Ástrósar. Þetta er jólalag. Ég var bara, og það ótrúlega er að ég, sem er vanlega svona til í allt, ég var eina sem var bara eitthvað, stelpur, er það ekki að djóka eða? Þannig að þú ert ekki til það? Jú, auðvitað. Já, þú ert stemmingskona. Alltaf. Ok, þannig að við getum mögulega fengið búistuði LXS í jólalagi. Átti þetta að vera jólalag, átti ég bara að vera lag? Bara lag? Ég held það. Ertu Disney prinsessu típan eða ertu Marvel ofurhetju típan? Disney prinsessu típan. Disney prinsessu típan. Ok, það var næsta spurning. Ef við myndum raða LXS-stelpunum sem Disney prinsessur, hver væri hvað? Sunna væri litla hammeðan. Litla hammeðan? Já. Ástrós væri Jasmín. Jasmín. Ína María væri Öskubuska. Öskubuska? Já, úr Keflavík skilur við en síðan er hún the queen. Já.
Ég held að Kristín væri alveg Þyrnirós. Þyrnirós? Já. Þegar svona smá bara dvala og svo mætir hún bara. Hildur væri Fríða. Já, það ekki. Magnea væri. Já, hún heitir bara Garðabróða, já. Disney-prinsessa. Já. Sem svona gett sítt og fallit hár og bara svona. Upp í turninum. Bara svona. Já. Það er Magnea. Það er Magnea. Hver var eftir? Nei, sko, það er, þá er hún Ég ætla að segja Múlan. Já, Múlan og það Ég er... er alveg Loki Múlan. Ertu Loki Múlan? Já, ég get alveg séð. Smá svona warrior eitthvað. You made a man out of me. That's for sure. Hérna erum við með hvað? Hampfræ og kókosflögur, bláber, jarðaber og hreingrunn. Bara hreinn, góður grunnur. Þú finnur bara að hann er gett hreinn. Já, eins og þú. Einmitt. Herru, síðast en ekki síst, Energy, uppáhaldið hennar byrgjandi. Eða var uppáhaldið hennar. Hvað er hérna próteins það er að vera eftir þessu? Cookies and cream. Cookies and cream. Sko, af þessu uppáhaldið mínu er klárlega Strength og Energy. Mér finnst þér geðveikir. Energy er ennþá uppáhalds minn. Hann er ennþá uppáhalds þig? Hann er ekki eðlilega góður. Já, hann er ógeðslega góður. Veistu hvað? Ég er ennþá í leggljónum. Ertu grínast? Þú ert líka ennþá í bílandi sokkunum. Já, reyndar. Ég er vel sveittur og góður. Hvað er að ég setja? Eigum við að byrja í balance núna? Já, let's do it. Let's do it. Það er með svona vinegar dressingu. Já, hérna, edik dressing. Já. Herru, dressingin er alveg smá spicy. Mjög góð. Og þetta er rauðleikur, það er rétt hjá þér. Mjög bragð mikið. Við erum að tala um light saladi. Túnfiskur. Vá, þetta er bara fullkominn. Þetta var fullkominn bilið. Það er svona að þú finnur túnfiskbragðið svona, þá veistu að þetta er svona pure. Þetta er ekkert majónes vesen, skilur, þetta er bara svona hot, hreint og beint. Þetta er einmitt, maður fær bara þessi tilfinningu bara, ok, ég er að borða eitthvað mjög holt akkur núna, en samt gott. Hvernig er að búa með manneski sem fílar ekki ost? Ég spyr fyrir henn. Þetta er náttúrulega, Í lagi. mér er svo leiðilegt að gera pastarétti. Já. Af því það má ekki vera parmesan í pastaréttunum mínum. Þú veist, maður að gera eitthvað sósu og það á að vera bara nóg osti og dúlleri og það er bara, ég má það ekki. Þannig að, þú veist, það er náttúrulega bara með til hliðar, maður lifir og lærir með þessu, en hún tekur ekki oft eftir því. Þá lauma ég aðeins meira en ég á að gera, skilur við. En það hefur líka alveg, hún hefur samt líka alveg, já, bara tekið, hún bara tekur eitt bit og bara, Adam, er það ekki grínast? Bara svona fatalína sem þú ert að gera. Fatalína þá talandi work-class það sem við erum í núna. Hvernig verður þetta til, skilur? Hvernig fyrir fólk sem er að hugsa, ok, mér langar að prófa mig áfram í þessu. Ég sé fyrir mig að gera eitthvað fatamerkjum, eitthvað svona þannig. Hvernig á maður að koma sér af stað? Mitt ráð er að bara ekki halda að maður geti gert allt sjálfur. Umkringi þessu fólki, þú veist, sem kann hlutina og er að gera hluti og bara svona læra af öðrum. Þetta snýst allt bara samvinnu og bara nýta sér tengslanlendi, þú veist, spyrja fólk, ekki vera feimin við að spyrja spurninga og leita sér einhvern veginn aðstæður sem maður þarf ekki að finna upp hjólið sjálfur, sko. Nei, það er svo góð punktur, sko. En þarfst ekki að finna upp hjólið sjálfur. Og svo bara læra af hverju öðru og þú veist, og það oftast getur maður komið með eitthvað tilbaka líka, skilju. Þannig að það sé alveg svona... það sé, já. Ekki vera feimin að biðja um hjálp og leita þekkingar hjá öðrum sem eru komin lengra. Líklega. Just do it. Just do it, nákvæmlega. Byrja bara, þú veist, það feilar alltaf eitthvað og maður lærir svo mikið á leiðinni, skilju, og bara... En eitthvað svona sem þú vilt koma til skilja, eitthvað sem þú vilt segja, eitthvað svona sem að væri eitthvað svona... Sky is the limit. Já. Setja sem markmið, setja þau ótrúlega hátt saman hversu óraunhæf þau eru og þú veist, byrja að vinna í áttina að þeim. Þá ertu alltaf allavega að fara lengra heldur en þú varst. Já. Mætum við work-class, fáum okkur pre-workout og pínu radiant, förum síðan í pilates og endum þetta síðan á góðu salati eða góðu krispi. Yes sir. Svo erum við með alls svona kombo, þú veist, krisp og collab og eitthvað svona alls konar. Birgitta, athafnakona, samfélagsstjarna, áhrifavaldur, framkvæmdastjóri. Og ég er samt ekki framkvæmdastjóri, ákveðin sviðs. Takk fyrir að taka og svona ótrúlega vel á mót okkur. Takk fyrir að koma. Svo þurfum að gera eitthvað aftur. Klálega, það er alls konar framöndan. Já, og verðum með meiri krassandi spurningar. Þú eru bara undirbúið, sko. Ég er ready. Krassandi.